í ljós hvar á landinu ég er að fara að búa og hvar ég er að fara að vinna og svona, þannig að líf mitt er að komast á plan. Einmitt af því að ég veit núna hvar ég er að fara að búa, þá ætla ég að stökkva í IKEA. Við fórum í IKEA náttúrulega í síðasta vloggi, en lampinn sem við eigum út í Stokkhólmi og ætlum að kaupa til að eiga líka hér, hann var ekki til. En nú er hann kominn, þannig að það er mitt mission og ekki er nú verra að það eru til kleinur. Ég er að ákveða hvort ég ætla að vera með klútin eða ekki, mér finnst þetta svolítið formlegt til að fara í IKEA. En það verði bara fínust í IKEA, það er alltaf leið. Let's go! Heyrðu, já, það virtist bara hálf þjóðin vera á leiðin í IKEA. Ég hef aldrei verið svona lengi á leiðninga. Röðin frá aðreininni hjá þarna risa hringtorginni í Garðabænum, hún var bara, ég var byrjuð að stoppa þar, sko. En það skiptir ekki öllu, ég kom inn og ætla að fara og kaupa lampan minn. En ég er að byrja að fara í kleinuröðina af því það yrði smá devastating ef að síðasta kleinupókin færi á meðan ég er eitthvað að stússa. Þannig að lampinn fyndinn, en holy shit hvað er mikið fólki hérna. Ég er smá að vera galin. Langaði líka að athuga hvort ég fyndi eitthvað svona sætan vasa til að hafa þetta glugga. Eins og kannski þessi. Þessi er sætur. En það er smá slim pickings úrval verði ég ekki ná. Veit ekki alveg hvort ég er spenntari yfir að hafa fengið lampan eða yfir kleinunni. Oh my god. Hvað er í þessum kleinum? Good lord. Jæja. Það var komið helgi sem ég er búin að bíða mjög lengi eftir, en ég er að fara norður í Hrísey og er að fara þorrablót. Ég hef ekki komist á þetta þorrablót í nokkur ár af því við erum alltaf búin að búa úti. En nú loksins kemst ég og ég er búin að telja niður í þessa helgi. En ég á flug núna bara eftir tæpan klukkutíma. Það er búið að fresta í 2 svar. Þannig að fingers crossed að það senki ekki eftir. En mér er eitthvað svo kalt. Það er svona smá slappleika tilfinning í mér, en já, ég sef það mér í nótt. En já, ég er að fara núna. Kem aftur heim á sunnudaginn. Þorrablót á morgun. Það verður ekki betra. Home sweet home. Úff, þessar töskur eru eitthvað svo þungar. Bara handfarangur. Alltaf maximized eins mikið og ég get. En það er svo kósí að koma heim. Maður lifir svona prinsessulífi þegar maður kemur heim. Mamma búin að setja utan rúmið og gamli Bangsi, Hafsteinn á sínum stað. Smá quick little story time áður en fyrir að sofa, en ég fékk hennar Bangsa þegar ég var, 7 ára eða eitthvað, ég veit ekki, 6 ára kannski. Hann heitir Hafsteinn og ég sef ennþá meðan þegar ég kem inn til mamma og pappa. Jæja, það er kominn laugadagur, þorrablótsdagur. Og ég er að fara á svokallaðan grautardag, þar sem að ferðamálafélagið Hrísey býður öllum í grónagraut í Klein. Þannig að við byrjum daginn á því, klukkan er reyndar að vera 12. Ég er bara búin að vera uppi eitthvað að njóta og aðeins að bara chilla, eiginlega. Já, þannig að ég er bara að hafa mig til núna
núna. Ég ætla reyndar að fara í hlaupagallanum og flíspeysu. Mér finnst það svo skemmtilega að gera með þess til, en við mamma ætlum að fara að hlaupa á eftir, þannig að ég svona eiginlega nenni ekki að skipta um föt fyrir þetta. Enda það alveg örugglega óþarfi. Ég held ég verði ekki dæmd mjög mikið. Já, ég er mjög spennt að pröfa nýja North Face jakka minn í hlaupið á eftir. Hann er hrikalega cool eitthvað. Þennan fékk ég á Boost á skít og kanil, en ég bráðvantaði nýjan hlaupajakka og ég er á fullu að spara, þannig að Boost it was í þetta skipti. En hann er bara mjög basic, þetta er bara nákvæmlega jakki eins og ég þurfti. Hérna heima á Íslandi. Og ég kom bara með handfarangur, þannig að ég ætla líka að fara að grauta dag í laxinum. Grútskítaða laxinum. Þannig það verður bara að hafa það. Svo bara ætla ég að koma heim. Mamma mín er úti að skera hákarl. Og ég ætla að bíða eftir henni með að fara að hlaupa. Ég nenni ekki ein. Þó að við hlaupum ekki kannski saman allan tíman, og þá er samt eitthvað auka peppið í að leggja saman á stað. Úps, þetta er klassik ég, síminn er 3%. En nú ætla ég að labba til Hrundar systur og draga það með mér á grautadag. Ég hef nú séð það betra, en þetta sleppur. Ég hef nú bara sjaldan séð það svona snjólaust rétt við Þorrablót. Við mægur skelltum okkur að hlaupa þegar veðrið róaðist. Það er ískalt, en helvíti er þetta frískandi. Hún er að koma hana. Ok, long time no update. Þið fáið bara smá svona skítagæða klippu hérna í lokin. Ok, þetta er mest random vlog í heimi, af því að bæði janúar og febrúar þá er ég búin að vera bara mjög svona inspiration laus. Búið að vera eitthvað svo mikið. Lífið er búið að vera mjög mikið þessa dagana. Eða vikurnar. En já, ég fór á norður síðustu helgi og það var bara það besta. Þetta Þorrablót var svo skemmtilegt. Það var það skemmtilegt að ég tók ekki upp sko í hálfa sekundi. Ég var bara in the moment. Skemmti mig kannski aðeins svo vel, en hvað það? Já, ég er búin að vera að eiga rosa erfitt með að koma hreyfingu inn í lífið einhvern veginn. Þetta er bara svona, já, vikurnar mín eru mjög illa planaðar, þannig að það er bara búið að vera rosa erfitt eitthvað að koma mér að hreyfa mig. Ég veit ekki hvað það er. Og það er að hafa mjög neikvæð áhrif á mig. Ég finn bara eins og í dag, ég fór út hurðina 10 mínútur yfir 7 og ég finn bara svona streitu í líkamannum. Og ég var búin að lofa sjálfur mér að ég ætla að fara að hlaupa í dag, en nú er klukkan að verða 7 og ég veit ekki hvort ég get staðið við það. En mér langar svo að fara, en ég er svo þreytt. Svona er ég einhvern veginn langflesta daga. Ég get ekki hreyft mig seinnipartinn, ég verð að komast á morgnana sko. Þannig að ég ætla að reyna að koma því inn núna, fara 3 í viku fyrir vinnu ef ég mögulega get, og hlaupa 2-3 í viku. Ég vildi allavega að gefa smá update. Ég er ekki hætt á YouTube, og ég heyri alveg í skilaboðunum, þannig að no worries, en ég er bara ekki búin að hafa mikið inspiration undanfarið og það er bara stundur svoleiðis. Þannig að ég er að fara upp núna heima, ætla að hlaupa, ég veit ekki hvort ég gera það. Mér finnst það einhvern veginn ólíklegt at this point. En við sjáum til. Allavega, ég ætla að loka þessu vlogi hér og ég ætla að reyna að koma með eitthvað aðeins meira spennandi næst. I promise. Þannig að við sjáumst í næsta vlogi.